Við hafa þetta þannig að það komu nokkra 4 spurningar sem bárust á SMS-i til okkar og við ætlum að byrja á sig og það er spurning til Freys en á eftir þá getið líka fengið mikrofón og Óskar ætlar að vera með annan mikrofón út í sal og þið bara lyftu upp hendinni viljið bæta ykkur við þannig að við ætlum að byrja á þessum 4 sem eru komnar. Það er fyrsta spurning til Freys, ég ætla að gefa þér orðið. Er þetta nafnlaust bara? Jú, þetta er nafnlaust. Símanúmer sem Þarf að lesa upp spurningar í dag? Nei, bara fyrir þá sem eru heima segja til. Ég held að þetta bara er í takt við það sem ég sagði áðan að ef að leikmenn eru nægilega góðir til þess að hafa færni að spila með meistaraflokki, æfa með meistaraflokki þá æfa þeir bara þar en það er ekkert að vera að flakka milli flokka endalaust. Það þarf alltaf að vera einhver með stjórnaðir eins og Gunnar kom nú aðeins inn á að reyna að hafa yfir álagi á 3 flokks stelpa eitthvað 15 ára. Það þarf að hafa góða yfirumsjón það til þess að komast inn í þessi kategóri sem ég var að tala á 25, 50, 25 eitthvað að finna einhvern rytma því hjá sínum klúbbi. En svona mín þumalputtaregla í þessu hefur verið að ef að leikmaður er nægilega góður til að spila með meistaraflokki þá er hún í meistaraflokki. Þá ekkert að vera að flakka niður í annan og hvað þá niður í 3. flokk aftur. Hvaða erindi hefur leikmaður í 3. flokk ef hún er nógu góð fyrir meistaraflokk. Þetta er mín skoðun. Takk fyrir þetta. Næsta spurning til Guðna, Freys og Heimis. Það er rætt aðstöðu, greinilega skortur og innanhúsaðstöðu við veturinn. Það eru ekki KSÍ að ryðja veginn og með því að fara af stað með kofa úr því að bæjaryfirvöld draga lappirnar, kórinn, Egilshöll, Fífan ekki nóg. Er núverandi aðstaða hamlandi fyrir árangur? Það er spurning bara Guðna svara fyrst. Við erum að reyna að byggja smá kofa endurbyggja Laugardalsvöll en jú, aðstæðan er auðvitað hamlandi að einhver leyti að vetri til en það er nú samt gaman að segja frá því að nú er þetta uppi áform og eru á teikniborðinu knatthús, hálfhús þó í bæði hjá Fram og hjá ÍR. Nú Valsmenn eru mögulega að fara að byggja heilt hús eða hálft hús og svo framvegis. KR-ingar líka eru að fara að byggja hálft hús. Ég veit að það eru síðan plön í Hafnarfirði að byggja heilt hús og svo framvegis. Þannig að þetta er á fullri ferð en það er vissulega mjög mikilvægt fyrir okkur að efla aðstöðuna og það er verið að vinna því víða. En eins og ég sagði líka áðan að við megum líka ekki bara að vera að fara inn í húsin. Það er auðvitað að við erum með góða aðstöðu á fjölmörgum gervigrasvöllum eins og við vitum en það er vissulega nauðsynlegt að halda okkar striki og halda áfram að byggja fleiri knatthús sérstaklega hérna í Reykjavík sem eru auðvitað bara með 1 knatthús eins og við vitum. Freyr og Heimi verið að ekkert bæta meira við það þannig að við bara vindum okkur í næstu spurningu en ef eitthvað vill spyrja úr salnum endilega hnippi í mig. Hérna er til Ólafs, var í Evrópusæti í Lengjubikarleið til að lengja og bæta tímabil. Er þetta gefnu til henni? Kannski þegar framlíða stundir. Ég held að við þurfum að fara allavega að komast þangað að öll þau félög sem taka þátt í þá til að byrja með A-deild Lengjubikarsins þau séu svolítið á sömu blaðsíðu og hvort að þetta geti togað alla á sömu blaðsíðu í því að sú keppni verði sú framlenging á keppnistímabilinu sem að ég tel þörf á að þá gæti þetta verið einhvers konar gulrót en það má svo líka segja að þetta dýrmæta sæti, Evrópusæti sem að mörgliðin eru að keppast að ná að það sé kannski komið á stað þá sem að við það er kannski svolítið billegt þarna en kannski þegar að framlíða stundir að þetta geti orðið einhvers konar gulrót en ég held að séu aðrar leiðir færar áður en að þangaði komið varðandi að efla veg Lengjubikarsins og þar leiðandi lengja tímabilið. Takk fyrir þetta. Næsta spurning var líka til Ólafs. Var ekki að fjölga liðum 2 í Pepsi-deild til að lengja tímabilið og í öðrum deildum það sama? Þetta er
Spurning sem að menn hafa verið að velta fyrir sér líka í Danmörku og kannski það átt að gera ákveðin svona samanburð í svarinu að stóru liðin, þar að segja liðin sem að sitja á og telja sig vera stóru liðin og eru það klárlega í ljósi bæði fjármagns og árangurs í Danmörku, þau vilja absolutt fækka í deildinni og það lítur svolítið að dreifingu fjármagnsins eins og ég sýndi áðan með tölunum að það er stór munur á fjármagnu hjá stærstu liðunum eins og FC Kaupmannahöfn og svo þeim minnstu og þeir vilja frekar fækka. Spurningin er hvort að Pepsi-deild beri fleiri lið heldur við höfum núna og það gæti verið að einhver lið teldu kannski að það ætti að fækka og þá spila þrefalda umferð eða vera með það sama og fara í þrefalda umferð ef að því er hægt að koma fyrir. Ég held að 2 í viðbót myndi ekki endilega bæta knattspyrnu. Það líka á það. Bara peningurinn í að stóru liðin náttúrulega að spila fleiri keppnir þannig að þessi líka leikar. Að svara hérna í mikrofónum fyrir netið? Nei, bara bæta því við að ég held að þetta sé líka leikjaálag hjá stóru liðunum sem eru þá í Evrópukeppnum og öðru að bæta við fleiri leikjum væri ósanngjarnt gagnvart þeim. Það var spurningar sem komu á SMS-i búnar. Eru eitthvað spurningar úr sal? Ég ætla að fá að spyrja Frey. Hérna, það lítið stelpa út á landi. Hún fær að vera með strákunum. Síðan gerist það að hún er aðeins eldri og komin orðin 15 ára. Þá langar hún að vera ennþá í fótbolta. En það er ekkert fótboltalið hjá stelpunum 15 ára og eldri og þá tek ég bara þig sem dæmi, átt þú möguleika að hjálpa henni að fara eða þorir þú ekki að segja, herðu þú þyrftir nú að fara jafnvel í annað félag? Þetta er góð spurningunni. Lítið stelpa sem hafði með strákum og 15 ára hefur ekkert lið til aðeins út á landi. Ég get sagt það hvernig, ég myndi þora ráðlegginni að taka ákvörðun sem verið góð fyrir hennar feril en án efa þá myndi ég fá gagnrýni fyrir það frá öðrum félögum sem ég hefði ekki bendin á að fara í. Þannig er það bara. En ég myndi með hagsmuni hennar að leiðiljósi reyna hjálpinni ef hún myndi leita til mín, sérstaklega að fyrir að bræða. Hún myndir ekki gera það og ef hún myndir leita til þín, þá myndir við ekki... Ég hef aldrei lent í þessu. Já, að sjálfsögðu myndi ég vilja hjálpinni, en ég myndi ekki taka það ákvörðun einn. Ég myndi leita ráðlegginga hjá fólkinu hér innan hús og hjá félögunum. Þannig að við getum borið hennar hagsmuni fyrir brjósti, nummer 1, 2 og 3. Ég náttúrulega fengi þetta í knattspyrnuskóla hjá stelpunum, þá sagði einn að austan, næsta ár fæ ég ekki að vera með í hópnum. Já. Við vorum með eina svona sem ég talaði um áðan daginn í náttúrulega frá Kórsvelli eða Hellum voru brjálu út þess að vitlir og náttúrulega foreldri hennar tóku á sig að keyra hana fyrsta árið á æfingar og svoleiðis, það sem er kannski uník dæmi en á þeim tímapunkti með hana manni að það voru öll liðin í Reykjavík á eftir henni, það vissu allir, ég held að þetta sé svolítið breytt á því leiturinn til sko. Ef það er góður leikmaður á landsbyggðinni sem er ekki með félag hjá sér þá vita félagin af þeim leikum myndi ég halda. Nei, ég reyna að komast hjá þig, félagin eru alveg með púlsinn á þessu. Nú ertu bara komin í vandræðinni. Ég held að ég sé búin að fækka núna seinna árum. Ég man eftir nokkrum atriðum hérna Úlli við stelpuðum frá Hornafirði. Man ekki sem er. Strákum við þriðja flokki, það breytist í nokkrum árum. Já. Þá er það alltaf 16. Býðið mikrofónni ætlaði að hafa orðið? Já, býðið mikrofónin. Er þetta ekki gott, er ekki bara næsta spurning? Já, takk. Hvað segir það? Allir bara sáttir við? Þetta er alveg, já. Mikrofónin þangað. Kjörin tækifæri til að koma spurningum að Gunna og Óla og Heimir.
Jón Freyti, mér langar aðeins að ég sá þetta, því að það er nú búið að ræðum þetta á mörgum þjálfarafundum og ráðstefnum bara til margar á, bara því að Guðni var ungur held ég. Kjartansson þessi. Það er lenging keppnistímabilsins og það er náttúrulega bara grín orðið hvað við erum einstök í heiminum með það hvað við spilum stutt tímabil og þarna það er spurning kannski að heyra Gunnar Bergsinni kannski og Heimi og fleirum að þetta gildir náttúrulega bæði fyrir kalla og konur að það við erum að spila svo stuttan tíma og undirbúningstímabilið hérna er bara ótrúlega langt og leiðilegt. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Já, þetta er auðvitað eitt, ef ekki bara lengsta undirbúningstímabil í heimi og auðvitað eru sko veðrið er náttúrulega vissulega hamlandi einhver leyti. Við vitum það núna eftir að tímabilið lengdist inn í haustið að haustlæðin eru að koma og fleira og stundum er ekki alveg bestu aðstæður þannig séð. En það má vel velta þessu fyrir sig og ég held kannski að leiðin sé hvort að við skoðum einhverja möguleika á því hvort að við getum byrjað Íslandsmótið fyrr til dæmis. Jafnvel byrjað að einhverju litlu hluta inni, jafnvel hver veit. En þetta held ég einhver pæling sem við höfum svo sannlega að taka og síðan auðvitað erum við líka með þetta eins og við vitum með Evrópukeppnina sem að kemur það inn í mót sem að gera það verkum að það er erfitt að koma bara að stilla upp leikjum og skipuleikja mótið. En þetta er vissulega einhvað sem við ættum að velta fyrir okkur hvort að við eigum að gera eitthvað slíkt og taka svona gott brainstorm það. Kannski bæta Óli talaði að bæta Lengjubikarinn, gera hana að betra móti langt undirbúningstímabil þarf ekkert að vera neikvætt. Við getum gert ýmislegt á löngu undirbúningstímabili ef við viljum og við getum undirbúið okkar leikmenn öðruvísi heldur en allir aðrir. Þetta er bara spurning viðhorf. Ef við viljum hafa það leiðilegt þá er mjög auðvelt að hafa það leiðilegt. En það má gera ýmislegt á löngu undirbúningstímabili. Bara kannski byrjum að taka lagin. Sammála Jóni með að þetta verður talað mikið þetta og ég skil svo sem alveg svar ekki á Gunna að það verður verið að skoða þetta og það verður þá bara að skoða það áfram en ég held kannski framhaldið því sem Heimir segir að við þjálfararnir, bæði kallamegin og kvennamegin og eins og ég kannski var að reyna að koma inn á þegar ég var með dagatalið af árinu uppi á það að í Skandinavíu er þetta 8-6 vikna í Danmörku, það er kannski 8-10 í Noregi og Svíþjóð vikur sem að þú hefur til að koma leikmönnunum í form til að spila í deildakeppnunum og við í sjálfu sér þurfum ekkert meira þannig að það er kannski fyrsta skrefið á meðan við erum að bíða eftir að gerist eitthvað skipulagslega varðandi mótin eða Lengjubikarnir verið gert herra undir höfði að við stillum kannski okkar þjálfun þannig upp á fleiri stöðum heldur en bara í meistaraflokki og kallamegin að það sé sá tími sem við köllum undirbúningstímabil eins og Heimir segir og svo erum við komnir kannski inn í meiri keppnismót og þá aktíft tökum þátt í því að lengja tímabilið og bæta okkur á þann veg á meðan við bíðum eftir einhvers konar skipulagsbreytingum eða að haustlæðirnar hægt að koma á þessu framvegis. Las einhvers staðar reyndar að október væri einn lygnasti mánuður ársins. Ég veit ekki hvort það er rétt en við þurfum að teka á þessu. Fleiri spurningar úr sal? Já. Skal svo koma að hlaupa. Já, góðan daginn, Bjarki Már heiti ég og ég vil byrja að þakka ykkur fyrir gott málþing. Ég með spurningu varðandi þjálfun á Íslandi. Það sem við státum okkur mikið að fjölda þjálfara. En þó velti ég kannski fyrir mér fjölda þjálfara sem hafa afrekar hluti á erlendri grundu. Ég held að þeir séu ansi margir staddir hérna uppi að það eru sett þeir sem hafa starfað erlendis. Það er Óli og Rúnar Kristins og Siggi Raggi kannski síðust árum. Hvernig getum við aukið gæði þjálfara og ná fleiri afburða þjálfurum á Íslandi? Viltu beina spurningum til Ólafs? Já, byrja kannski á því.
Já, þetta byrjar náttúrulega fyrst og síðast hjá einstaklingunum sjálfum að vera forvitinn og grafa svolítið ofan í hvað að gerast og vera góður að kynna sér hlutina og þjálfa mikið, prófa mikið. Ég held líka svona í okkar samfélag, þjálfara samfélag getur verið betra að því leyti að við deilum meira hugmyndum og skiptumst á skoðunum og opnum okkur meira. Ég held að það geti hjálpað. Við sem kannski höfum meiri reynslu, aldurs og starfa vegna, getum verið betri að deila frá okkur og þá er þetta spurning vettvang. Eitt af því sem mér langaði að segja áðan, hef kannski tækifæri til að segja núna, það er til dæmis að þjálfarar í öllum deildum og báðum kynjum að þeir hafi tækifæri til og fái tækifæri til að fara erlendis og skoða, bera saman, kynna sér hvað að gerast til þess að öðlast ákveðna þekkingu sem þeir geta svo borið tilbaka og gefið af sér. Og eitt eftirminnilegasta svona kannski gig, ef maður getur kallað þessu svo, það var þegar við fórum með þjálfarafélaginu í ferð á landsleik 2008 í miðju hruni til Hollands. Sátum þar eða stóðum þar við bar og horfum svona tveir þjálfarar hver annan og segi, mikið djöfull er þetta skemmtilegt að geta heyrt svona og talað fótbolta. Og ég held að það sé þáttur sem að við vanmetum að öðlast þekkingu og deila þekkingu og hvetja aðra til þess að gera slíkt í saman, þannig að við svona dreifum vitneskjunni áfram út í samfélagið og svo er það bara dugnaða hvers og eins hversu langt hann kemst eða sambönd eða hvað veit ég. Ég held að við séum á réttri leið og þú varst nú á síðasta KSÍ 7 námskeiði út í Danmörku og þar voru afburðaþjálfarar og ég allavega er búinn að fylgjast með þessu námskeiði sem er svona eitt af lokanámskeiðum í þjálfaramenntun og mér finnst einhvern veginn alltaf að vera meir og meiri professionalitet hjá íslenskum þjálfurum. Það er líka svo auðvelt að komast að því í dag, ef maður vill það, internetið og það eru diskar og allt hvernig þeir bestu eru að gera þetta. Og svo eigum við núna menn eins og Óla og Sigaraga sem eru svolítið búinir að ryðja brautina, en það er bara ekkert algengt að íslenski þjálfarar séu að þjálfa erlendis. Það er náttúrulega ekkert félag erlendis, risastórt félag að leita eftir þjálfara sem kemur úr áhugamanna umhverfi. Þannig að þeir eru að ryðja brautina. Handboltaþjálfararnir okkar eru búin að svolítið að ryðja brautina að þeim megin. Þannig að það fyrir gott orð af öllum íslenskum leikmönnum og íslenskum þjálfurum hvað var það vinnusemi og svo framvegis. Þannig að vonandi er Óli búinn að taka þarna eitthvað skref fyrir íslenska þjálfari í framtíðinni að fara erlendis. En algjörlega sammála því sem Óli sagði, þetta er bara spurning um okkur sjálf. Já, ég bara takk fyrir. Það var góður. Fleiri spurningar á sal? Eitthvað yfirþjálfara eða framtíð kvennaknattspyrnu eða karlaknattspyrnu á Íslandi? Má ég spyrja aftur? Endilega. Sami aftur. Sama spurning, já, ég náði ekki alveg, ég var að hafna til þetta. Ég heiti Jón Þór, aftur. Kæra þakkir fyrir frábæra framsögur. Mér langar að spyrja Frey. Flott samantekt, kæra þakkir. Þessar væntingar, það má alltaf svona diskutera hvort þetta sé raunhæft eða ekki. Að vera 20 á lista topp 20. En ég langar kannski að velta því þessu upp, spyrja þau því, hvaðan koma þessar væntingar finnst þér? Finnst þér að vera óraunhæft? Væntingarnar held ég að komi bara frá okkur hérna í hreyfingunni. Við erum svona árangursdrifin alveg frá upphafi, frá því að við erum með litlu krakkan okkar á mótum. Það alveg sama hvað þið segið, þá er það þannig að þegar krakkarnir fara á 700 móti upp á Akranesi, það er talið og það er barist titlana þar og það er bara í eðli okkar að vilja vinna. Það er líka eðli okkar Íslendinga að vera alltaf að sanna okkur
og við erum svolítið elda það, og svo náttúrulega hinn þáttur sem ég kom aðeins inn á, að við erum líka að keppast við að halda í árangur fyrri ára. Við tók þarna síðustu 10 ár og meðaltalið topp 19. En til þess að það er svona komið inn á, til þess að vera þar, þá þurfum við að fylgja þróuninni í kvennaknattspyrnu sem hraðari en í nokkur annar íþróttagrein í heiminum. Þannig að við getum ekki bara stoppað, allir fara fram úr og eins og Heimir sagði 4 sinnum áðan, rístarta þá og fara elda. Þetta þarf að vera stöðug, vegferð, eitthvað setningið. Ég er búinn að gleyma henni, sorry. Nei, ég veit. En þú, hann að fara að gefa þetta út. Þú Jón Þór, spurði mig líka hvort þetta var raunhæft. Að vera alveg hreinskilinn, ef við höldum áfram nákvæmlega eins og við erum að gera núna og bætum ekki í stöðugt sem við höfum verið að gera. Við höfum verið að bæta í, en svolítið hægt. Ef það heldur áfram þannig, þá drögust aftur úr. Það er alveg handvissum. En ég hef hins vegar trú á því að metnaður okkar Íslendinga fyrir knattspyrnu kvenna sé það mikill að við munum spýta í og vera áfram í fremstöðu. Ég vill alltaf trúa því. Já, Magnús heiti ég og mér langar í rauninni í framhald af þessu að spurja Frey eftir mjög áhugaverða samantekt af því hvað er að gerast í Austurríki, Noregi og Danmörku. Hvað myndir þú vilja sjá gerast bara helst á morgun til að hjálpa okkur að halda í við þróunina í kvennaboltanum? Nú þarf ég að vanda mér rosa mikið hvað ég segi, því að eins og við nefndum þetta er líka pólitískt umhverfi sem við lifum í. En ég ætla bara að sleppa því að vanda mig og segja bara hvað mér finnst. Og þið verður bara að taka því, stjórnarmenn, félaga, KSÍ og allar annað. Þetta er það sem ég vil segja fyrir íslenska fótbolta, en nú takk ég eftir einu, þetta er mín skoðun. Ég er ekki alveitur, þetta er bara sem mér finnst. A. 23 ára landslið eða 20 ára landslið. Ég er búinn að tala það í 5 ár. Nenni ekki að segja það oftar. B. Leikmenninu við þurfum að hjálpa grasrótinni að fara út að leika sér í fótbolta. Með öllum tólunum sem að þið snillingarnir í gróttu kunnið, nota tæknina, nota það sem að við höfum til þess að hjálpa þeim að út og hvetja það áfram. Það er mjög mikilvægt. Nýta veturum betur, betri þjálfun yfir vetrartímann, fleiri þjálfar inn í félögunum í fullt starf sem geta sinnt stúlkum, jafnt sem drengjum. Betri samskipti á milli félagana, landsliðana og félagana. Við sem erum að þjálfa, ég, Þórður, Jörundur, Arnar Bill, kvennamegin, deila þekkingun okkar til félagana, því að við erum eiland og við sjáum ekki hvað er að gerast í Evrópu. Það eigi ekki að þurfa að heyra þetta einu svona ára okkur fyrirlestri á mér, og við verðum ekki að koma þessu betur til skila. Og leyfa þeim sem skara fram úr, ungum stúlkum sem skara fram úr, að skara fram úr. Leyfa þeim að vera bestar. Leyfa þeim að einspila, leyfa þeim að vera pinkur hrókafullar. Það mun hjálpa þeim á endanum, auðvitað kennu þeim almennilega samskipti og svo framvegis. Þetta mun skila sér. Þetta var bara svona topp moment, Maggi. Takk fyrir. Var þetta í lagi? Mjög gott. Fleiri spurningur úr sal? Það er bannað að fara svo morgun alltaf að ræða þau, sko, það er að hérna er tækifærið. En ef það er ekki fleiri spurningar, þá bara vil ég biðja ykkur að gefa þeim gott klapp og þakka fyrir góða framsögur.